Hilmar, hver bara fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara við vorum flattir og vorum einhvern veginn ekki að ná okkar línu í varnarlega og það bara kostaði okkur mikið. Kynnist alveg með frábært lið og erum vel mannaðir, þannig að ef maður mætir ekki 100% tilbúinn þá gerist bara svona. Einhver ástæða fyrir að þið mætið ekki 100% tilbúinir? Nei, einhver ástæða um neyninni, það er bara, menn fyrir bara að horfa í sinn eigin barm og fara að hugsa bara sjálfan sig. Ég meina, ég hef alveg getað komið meiri orku inn í þetta lið í fyrri hálfleik og ég get bara svarað fyrir sjálfan mig, en það er engin ástæða. Við erum búin að gera allt til þess að mæta tilbúin í en leik og stundum virka og stundum virkar það ekki, en ég meina á sama tíma þá er annar lið að keppa mót okkur sem að reyna það sama, að koma vel gýraðinn í leikinn og þeir gera það í dag. Var eitthvað spennufall eftir síðasta leik? Nei, ekki neitt, þetta er bara úrslitakeppnin og það er gríðarlega erfitt að vinna 3 leiki í úrslitakeppninni og sérstaklega mótið Tindastól, þannig að ekki spennufall þannig, þetta er bara einn annar leikur í úrslitakeppni og nú er bara staðan 2-1. Varstu þér eitthvað breyting á dómgæslunum milli leikja? Nei, dómgæslan stóð sér bara vel, þeir eru bara með góð völd á leiknum og mér fannst þeir vera bara ég man allavega ekki eftir neinu, mér leiði ekkert eins og að halla eitthvað í einu áttina, bara flott sko. Þeir vel fagnaði að dæmt skrif á því í leiknum, hvernig varstu það? Nei, það mátti alveg búast við því, en ég tók bara undir það með þeim mátti alveg fagna því og ég var reyndar ósammála að þetta væri skrif talandi um dómgæsluna, en það er annað, nei, það er mikil ástríða í þessu og auðvitað voru þau sátt að sjá það. Þegar þú sér sigurinn úr síðasta leik, hugsar eitthvað ég er að skrifa í mómentinu eða eitthvað svoleiðis? Nei, alls ekki, bara algjörur hreinni samvisku, þá hafði ég ekki hugmyndum eins og það væri ég hafði ekki hugmyndum það að þetta hefði mögulega geta verið skrif, en ég minna ekki, en ég held sér komið bara tími til að fólk hættir að pæla í þessu, þegar nú er bara annar leikur búinn og við höldum bara fram lífið eins og ég sagði, staðan er bara 2-1 og við höldum bara fram. Hvað þurfum að gera í leik 4? Bara að halda svipuðu striki og bara ná að núllstilla okkur, alveg eins og við þurfum að núllstilla okkur eftir sigurleikinn, þá þurfum við að núllstilla okkur eftir tapleikinn og halda haus og vera jákvæðir og bara gera sem við erum góðir í. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.